og velkomin á bæjarstjórnarfund nr. 517. Fundurinn er haldinn í fundarsal bæjarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og í dag er 15. júní 2023 og klukkan er 17:02. Mætt eru til fundar Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og starfsmaður fundarins er Tinna Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi. Við vindum okkur beint í dagskrána. Fyrsta mál á dagskrá eru nefndarmenn 2022 til 2023. Þetta er kosning forseta bæjarstjórnar sem þarf að gera árlega. Hér er tillaga forseta kosningu forseta og varaforseta bæjarstjórnar samkvæmt 7. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Tillagan er sú að Sigríður Júlía Brynleifsdóttir verði kjörin forseti, Magnús Einar Magnússon fyrsti varaforseti og Jóhann Birkir Helgason annar varaforseti bæjarstjórnar. Vill einhver tjá sig þennan dagskrárlið, þessa tillögu? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til atkvæða og vinsamlegast gefið merki. Og þetta er samþykkt samhljóða þeirra sem viðstaddir eru fyrir þennan fund. Annað mál á dagskrá, það eru nefndarmenn 2022 til 2026. Það er að ræða kosningu bæjarráð. Tillaga forseta kosningu 3 aðalfulltrúa og 3 varafulltrúa í bæjarráð til 1 árs, auk áheyrnarfulltrúa og varaáheyrnarfulltrúa, samanber 27. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Jafnframt tillaga forseta kosningu formanns og varaformanns bæjarráðs. Tillaga er sú að Gylfi Ólafsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir og Kristján Þór Kristjánsson verði kosin aðalfulltrúar og Magnús Einar Magnússon, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Elísabet Samúelsdóttir verði kosin varafulltrúar, auk þess sem Jóhann Birkir Helgason verði kosin áheyrnarfulltrúi og Steinunn Guðný Einarsdóttir verði kosin varaáheyrnarfulltrúi. Formaður yrði Gylfi Ólafsson og varaformaður Nanný Arna Guðmundsdóttir. Orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og hún er samþykkt samhljóða. Þriðji dagskrárliður, það eru fundir bæjarstjórnar, sumarleyfi 2023. Tillaga forseta að sumarleyfi bæjarstjórnar verði 2 mánuðir, þegar ég segja júlí og ágúst, og að bæjarstjórn komi saman til fyrsta fundar og loknu sumarleyfi þann 7. september næstkomandi. Meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur fyrir bæjarráð með fullnaðarákvörðun mála samkvæmt 8. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem beðið orðið, þannig að ég ber tillöguna upp. Vinsamlegast gefið mér merki og þetta er samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá, það eru fundir bæjarstjórnar og fundadagskrá 2023 til 2024. Tillaga forseta að dagsetningu bæjarstjórnarfunda frá september og til og með júní 2024 samkvæmt minnisblaði Bryndísar Óskar Jónsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs. Minnisblaði dagsett 13. júní 2023. Það er ein villa þarna inni í þessum minnisblaði. Það er bæjarstjórnarfundur sem er ráðgerður 21. september. Hann hittir á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga og því er það tillaga að sá fundur verði þá 19. september, þriðjudegi. Orðið er laust þessa tillögu. Kristján hefur beðið orðið. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Það er alveg ótrúlega að fá dagar sem hitt einhvern veginn á frídag þetta mesta ár. Eins og það einhverjir þriðjudagar. Mér langar bara að benda á þann möguleika, ég ætla ekki að koma inn breytingartillögu, það eru 5 fimmtudagar í febrúar. Og það væri þá möguleiki að hafa fund 1. og 22. í staðinn fyrir þriðjudagarinn 13. Hvort að það myndi henta eitthvað betur, hvort það væri eitthvað. Það er eitthvað sem er 2 vikur þá á milli 13.
eða rúma 2 vikur milli 13. og svo 7. mars. Það er svolítið langt milli funda þar. Þannig að við gætum fært fundin í staði fyrir 13. að færa hann bara 5. daginn, 4. og 5. daginn. Þetta er bara svona hugmynd. Og það skiptir ekki með öllu máli, ég bara spáði hvað er langt milli funda og hvort það er eitthvað skiptum. Líður á þessu? Jú. Það skiptir fólk að ég ekki máli, sko. Takk fyrir þessa ábendingu, Kristján. Forseti leggur til að þetta verði tekið upp eftir áramót og þá ef við teljum ástæðu til þess að breyta þessu, þá verður það tekið fyrir sérstaklega. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa tillögu? Svo er ekki, þá ber ég hana upp, vinsamlega skefum merki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli númer 5. Það er Bræðratunga, Raðhús. Það er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 610. Fundurinn var haldinn 8. júní síðastliðinn og tillagan að bæjarstjórn heimili óverulegar breytingar á deiliskipulagi við Tunguskeið samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123/2010 vegna fjölgunar lóða undir 6 íbúða raðhús við götuna Bræðratungu. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem að kveður sig hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá Brekkugata 56 á Þingeyri. Endurnýjun lóðaleigusamning. Þetta er tillaga frá skipulags- og mannvirkjanefnd frá fundi númer 610 sem haldinn var 8. júní síðastliðinn að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamnings undir fasteignina að Brekkugötu 56 á Þingeyri. Orðið er laust þessa tillögur. Það er enginn sem kveður hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum merki. Samþykkt samhljóða. Mál númer 7. Seljaland 23 á Ísafirði, þarna er umsókn lóð og er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 610 sem haldinn var 8. júní síðastliðinn að bæjarstjórn heimili samþykki að úthluta Rakel Silvíu Björnsdóttur lóðinni við Seljaland 23 á Ísafirði samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skefum merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá. Gott að eldast. Þetta er tillaga frá fundi velferðarnefndar númer 471. Fundurinn var haldinn 8. júní 2023 og að bæjarstjórn samþykki að sótt verði þátttöku í tilraunaverkefninu Gott að eldast ásamt þeim sveitarfélögum sem spanna þjónustusvæði Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Orðið er laust þessa tillögu. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er afskaplega ánægð með þessa tillögu velferðarnefndar því ég held að þetta sé afskaplega gott mál og mikið til þess unnið að reyna að samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustu eldri borgara og reyna að gera þetta betur. Ég sé hvernig fyrir mér að við getum kannski reynt að gera þjónustuna meira einstaklingsmiðuð þannig að hún verði einhvern veginn metin út frá þörfum hvers og eins en ekki reyna að láta eitt prógram henta öllum. Heldur við séum reyna að skoða svona hvern og einn einstakling og hvað þarfir hann er með. Ég held líka að sé bara hægt að ná bara miklum árangri með teymisvinnu þessara aðila og það eru þetta önnur sveitarfélög sem hafa verið frumkvöðlar í þessum efnu og þetta verið gert svona í Reykjavík borgum mörg ár og svo ég held ég færi rétt með að þessi bæði verið gert á Akureyri og Höfn í Hornafirði. Þannig að ég vona þetta bara og við verðum tekin inn í þetta verkefni og svona þannig við getum rauninni bætt okkar þjónustu. Þannig að ég legg nú til við bæjarstjórn við samþykkjum þessa tillögu. Takk fyrir þetta, Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skefum með merki ef þið eru samþykkt tillögunni. Og þetta er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin í fundargerðir. Hér er lögð fram til kynningar fundargerð fundar bæjarráðs nr. 1243 en fundurinn var haldinn 5. júní 2023 og er fundargerðin í 7 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Nanný, hversu vel? Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það eru 2 fundargerðir bæjarráðs sem að liggja fyrir fundinum og mig langar kannski bara svo ég sé ekki að koma hérna upp mörgu sinni að fá leyfi forseta til að fjalla þær báðar í einu sem mig langar að ræða. Í fyrsta lagi þá ræddum við bæði á fundi bæjarráðs 5. og 12. maí fengum við erindi frá Náttúrustofu Vestfjarða, Náttúrufræðistofnun Íslands og svo 12. frá Fuglavinum varðandi kríuvarp. Það er mjög áhugavert og ánægjulegt að fólk skuli sýna þessu svona mikinn áhuga og sé tilbúið til þess að aðstoða okkur því að það er ekki síst vegna þess að krían á undir högg að sækja sem að við ákveðið var að fara í þessar varnaraðgerðir, setja þessa fuglarhræðu við Bónus þar sem að það gerist allavega síðasta sumar að bæði fullorðin fugl og ungar voru í mikilli hættu og var keyrt yfir bæði fullorðna fugla og unga og eins er fólk að tína egg úr þeirrum þannig að við viljum væntanlega minnka ágang manna og ágang fugla að mönnum og það er að fuglinn aðeins til. Við höfum fengið tillögur að við höfum að setja upp svæði fyrir þær og fyrir kríurnar og skipuleggja svæði og við höfum veltið fyrir okkur bæði til gamans, bæði í gamni og alvöru að við skipuleggjum svæði, hvernig eigum við þá að segja kríunni að hún eigi að fara á það svæði, að hún eigi ekki að velja sér svæði sjálf. Þannig að það er gott að fá svona tillögur en útfærslurnar væri líka mjög gott að fá útfærslurnar. Hvernig við eigum þá að gera þetta ef þessi litla tilfærsla frá byggingarreit við búð yfir á svæði sem áður að nota sem knattspyrnuvöllur ef það kallar á svona gríðarlega mikla athygli og mótmæli hvernig eigum við þá að færa hana yfir á skipulagt svæði kría í firðinum. Þannig að það væri áhugavert að fá þær tillögur frá þessum stofnunum. Hins vegar er líka mjög gott að ræða það og við ætlum kannski að gera það fyrir næsta ár að setja fréttatilkynningu á heimasíðu bæjarins kríuna. Hún sé friðuð, hvernig við umgöngumst hana, það sé til dæmis ekki heimilt að traðka á eggjum eða traðka á hreiðrum eða tína egg í landi sveitarfélagsins ef við ákveðum að hafa það þannig. Þannig að við getum gert betur til þess að fræða íbúana okkar en það er ánægjulegt að fá sér athugasemdir. Annars sem ég langar að ræða er að við í umhverfis- og framkvæmdanefnd að vildi ræða umhverfis- og framkvæmdanefnd við ykkur af því við erum að fara í sumarfrí og hér liggur ekki fyrir fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar þannig að þið farið ekki að sakna okkar í sumar þá vildi ég allavega enda þennan síðasta fund fyrir sumarfrí að taka smá spjall umhverfis- og framkvæmdanefnd. Við fengum til umræðu og afgreiðslu kynningu á tillögu umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra sameiningu stofnana umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið. Þetta er gríðarlega miklar sameiningar sem eiga sér stað og ég treysti nú því fólki sem fer með það að finna bestu leiðina. Okkur fannst hins vegar mjög mikilvægt að innbrá því í samráðsgátt stjórnvalda að hér eru 2 starfsstöðvar. Umhverfisstofnun er með starfsstöð og svo er starfsstöð snjóflóðaeftirlitsins á svæðinu. Að mikilvægt að halda í þessar stofnanir sem eru hér þó að það verða þessar sameiningu og nýta það tækifæri sem skapast við sameininguna til þess að efla starfsemina út á landi. Þannig að það verður pólum svo starfsmanni nefndarinnar að skrifa og senda inn í samráðsgátt þessar hugmyndir okkar. Svo fundurinn 12. júní, forseti, ef ég má aðeins innbrá honum, að þá okkur til mikillar ánægju í umhverfis- og framkvæmdanefnd þá fengum við til afgreiðslu tröppusíu, öðru orði fráveitu gám á hreinsvirkjastöð sem við ætlum að setja niður á Flateyri og það var mikill fögnuður. Ég vil kannski ekki segja að við hefum gert bylgju en við allavega
ákveðum að fagna og og það er mikið fagnaðarefni að þetta verkefni sé farið á stað. Við náttúrulega gerum ráð fyrir að setja upp svona hreinsunarstöðvar í fleiri byggðakjörnum. Við ætlum að byrja á Flateyri og þetta verður svona tilraunaverkefni og vonandi kemur þetta bara upp á næstu 3-4 árum í öðru byggðakjörnum. Og okkur fannst mikilvægt að bóka við það að frágangur yrði allir sem snyrtilegastur og í samræði við íbúa á svæðinu. Þannig að ég held að ég sé bara búin í bili. Takk. Ég myndi ekki gera það. Takk fyrir, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð bæjarráðs? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð nr. 1243 lögð fram. Næst er 10. mál, það er önnur fundargerð bæjarráðs nr. 1244. Hún er lögð fram til kynningar og fundurinn var haldinn 12. júní 2023. Fundargerðin er í 11 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs og þá er hún framlögð. 11. mál á dagskrá, það er fræðslunefnd, lögð fram til kynningar fundargerð nr. 454 frá fundi fræðslunefndar sem haldinn var 7. júní 2023. Fundargerðin er í 6 liðum. Orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð. 12. mál, það er skipulags- og mannvirkjanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð nr. 610. Fundurinn var haldinn 8. júní 2023 og er fundargerðin í 10 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð. Og að lokum er hér fundargerð velferðarnefndar, lögð fram til kynningar frá fundi nr. 471. Fundurinn var haldinn 8. júní 2023 og er fundargerðin í 6 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð velferðarnefndar. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá er hún framlögð og dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar er þá tæmd. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir árið, síðasta ár, og óska öllum gleðilegs sumars og ég vona að fólk njóti þess að vera í sumarfríi og þakka þeim sem áhlýddu og starfsmanni nefndar bæjarstjórnar jafnframt. Fundið slitið.